Hjartalega velkomin í þennan þátt. Í þessum þætti ætla ég að tala um plast. Plast mengar og það er mjög mikil mengun af plasti. Og það er rosalega margir að segja banna plastið. Auðvitað á að banna plastið, en viðtalið við hann Halldór þarna í vikunni, þá verði ég að segja það er víst hægt að banna plastið. Og það er mjög snyrðilegt. Vegna þess að það er fjölnotapokar menga, en þá fekk ég góða flug í höfuðið sem að mengar ekki neitt. Náttúrulegir pokar. Náttúrulegar umbúðir sem eru náttúrunni, sem eru umhverfisvænar og náttúrulegar. Það er sagt eitthvað úr náttúrunni sem við notaði í svona innkaupapoka og alls konar annað dæmi. Af því að ef að umhverfið fer að menga umhverfið, þá er eitthvað mikið að. Þannig að við ætlum að stoppa plastið og byrja og búa frekar til svona náttúrulega poka. Náttúrulega poka sem eru umhverfisvænir, menga ekki neitt, bara alls konar umbúðir, ekkert að plast, því að ef að náttúrulegt og það sem er umhverfisvænt og það fer að menga, þá er eitthvað mikið að. Þá er ekki heili hérna uppi, þá er ekkert upp á neinn, þá er ekki til þess að þetta er heili til að finna ykkur aðlaust. Þannig að ég held að það sé alveg málið. Plastið burt, náttúrulegir pokar og allt svona náttúrulegt, náttúrulegar umbúðir sem eru umhverfisvænar, það er málið. Það leysir þennan plastvanda sem að herjar á okkur. Það er miklu betra en sparnaðarskyni. Náttúrulegir pokar og umbúðir í staðinn fyrir plastið. Það er skynsamlegt og miklu hagstæðara og betra. Því það er ekki að fara að menga neitt og ekki fara að fara illa með umhverfið heldur. Umhverfisvænt og náttúrulegt. Ef að það fer að menga, þá er ekki til það, þá er ekki til þess sem þetta er heili. Þannig að það er miklu betra að búa bara til það með plastið eitthvað úr umhverfisvænu efni. Náttúrulegir innkaupapokar sem eru fjölnota, margnota og bara allt. Það er bara ekkert plast meira, það drekkum ekki plastflöskur, þannig að þetta eru náttúrulegum flöskum og hvað er náttúruleg glös, ekki plastglös, plastiskar, náttúrulega diskar. Það er með sagt að kaupa þetta glös, það er búið úr glösunum. Þá er þetta að kaupa svona ætt, þannig að maður getur bara borða glösin. Súkkulaði eða eitthvað, þá er þetta ekki fara að menga neitt. Nema kannski klósti heima þér. En allavega, náttúrulegt getur bjargað þessu vandamáli. Náttúrulegir pokar sem eru umhverfisvænir, menga ekkert, bæði fjölnotapokar og bara það er stemmir plastið og þannig minkum við plastið og þannig losnum við bara við það. Það er hægt að nota þessi ruslapoka líka. Náttúrulegir pokar. Og hvað gera svo náttúrulegir pokar sem eru ruslið? Jú, þeir eyðast upp, verða moltu, eins og eitthvað af lífrænu ruslinu. Lífræni pokar. Gæti er fínt fyrir lífrænu. Sjá það lífrænapoka. Þá lífrænan poka, svona lífrænan tunna ykkar, ef þeir eru með svoleiðis.
bara setja þannig poka. Því þegar hún full, þá get ég bara sett pokan undir garð. Því hann verður líka svona moltu eða eitthvað. Það mjög sniðugt. Þannig að gera það frekar, búa til þannig náttúrulega poka umhverfisann í staðinn fyrir að gefast upp á að eyða plastinu. Þannig að plastið burt, náttúrulegar umbúðir í staðinn. Þannig komum við í veg fyrir mengun plastsins. Bless í bili. Nei, annað eitt að lokum. Það er mjög mikilvægt að þessi hugmynd mín, hún er skýr og góð. Hérna kemur eitthvað við vit, því ég er komið með lausnina. Það er bara komið að því að framkvæma þessu lausn. Og að lokum vil ég segja, þetta er síðasti þátturinn, síðasta serían, 3. og 6. serían er lokið hér. Ég þakka samfylgdina. Bless, bless.